Kórónuveirur eru stór fjölskylda veira og þekkt orsök kvefs, en aðrar kórónuveirur geta einnig valdið alvarlegri lungnabólgu. Fyrri sjúkdómsrýnur sem vitað að voru völdum kórónuveiru voru SARS sem barst frá Kína árunum 2002 til 2003 og MERS í Mið-Austurlöndum frá árinu 2012. SARS og MERS voru minna smitandi en inflúensa, en dánartíðni var mun hærri en fyrir inflúensu eða COVID-19. Orsök COVID-19 faraldursins áður óþekkt kórónuveira í mönnum. Veiran ekki eins skæð og SARS eða MERS kórónuveirur, en virðist vera mun meira smitandi. COVID-19 faraldurinn hefur nú þegar haft mun meiri áhrif á heimsvísu en SARS faraldurinn hafði. Einkenni COVID-19 líkjast helst inflúensasýkingu með hósta, hita, bein- og vöðvaverkjum, þreytu og svo framvegis. Meltingareinkenni ekki mjög áberandi með COVID-19 en þó þekkt líkt og við inflúensu og MERS. COVID-19 getur einnig valdið alvarlegum veikindum með neðri öndunarfærasýkingu og lungnabólgu sem oft koma fram sem öndunarerfiðleikar það bil viku eftir veikindi byrja. Það ekkert bóluefni til gegn COVID-19 sjúkdómnum og ekki vitað nein veirulyf sem hafa áhrif á veiruna. Sýklalyf virka ekki því þau virka á bakteríur, en kórónuveiran veira. Meðferð beinist því enn sem komið að því að sinna grunnþörfum og einkennum eftir ástandi sjúklingsins. Nánir aðstandendur fólks sem hefur veikst af COVID-19 í mestri hættu á að smitast sjálfir. Fólk sem í starfi sínu eða í félagslífi umgengst náið mikinn fjölda fólks einnig í meiri smithættu en þeir sem umgangast fáa. Handþvottur og almennt hreinlæti mikilvægasta vörnin gegn smiti. Líkur á alvarlegum sjúkdómi aukast með hækkandi aldri, sérstaklega eftir 50 ára aldur. Fólk með ákveðin undirliggjandi vandamál einnig í aukinni hættu á alvarlegri sýkingu að smitast af COVID-19. Þessi vandamál hár blóðþrýstingur, hjartasjúkdómar, sykursýki, langvinn lungnateppa, langvinn nýrnabilun og krabbamein.